Heldur það sé leiðilegt fyrir skúter teknogörinn að heita skúter eftir að skúter var svona vinsælt á götunum? Eftir að hlaupahjólin? Já. Heitaðu skúter í öllum löndum? Ég heitir þetta ekki bara eitthvað... Ég held að skúter sé bara hlaupahjól. Electric scooter. Ég held að sé að græða fullt af Googlum. Að menn sé eitthvað, hvar eru svona hjól? Og þeir googla eitthvað skúter og eitthvað, já, hann var til! Og enda bara að hlusta á tekno, gleyma hjólinu. Gæti líka verið, að þetta sé bara, nákvæmlega, bara bringing him back alveg bara 100%. Skyndilega verður hann eitthvað gett vinsæll. Já, því þú ert, eins og núna, ég bókstaflega að tala skútergaurinn út af því að einhver kom með hlaupahjól til okkar og shit, hvað það var fyndið gimp. Hvað akkur jú, ég ætla ekki að vera gaurinn sem segir okkur og það vinsælt, því ég skil alveg okkur að vinsælt. Já, þetta var geggjað. En djöfull er hann með fyndið væp í gangi, hann er Spike í Buffy the Vampire Slayer. Já. Hann er með algjör Spike. Þetta er ekki Spike. Er svona bara Simpson hár. Já, svona 90s þegar menn notuðu ekki vax í hárið, þeir notuðu gel. En var það skýrður eftir hárgæslinni? Hann alltaf fættist ekki með Spikes, ég vona ekki. Nei, Spike. Bart Simpson gerði það. Hver veit? Á þetta að vera hárið á Bart Simpson. Já, ég held þetta eigi að vera Spike í hér. Hefur ekki séð að greiða það til hliðar? Jú, ég man það núna. Já. Já, shit maður, þetta Spike dæmi, svona aflita Spike dæmi. Ég vildi óska þess að ég hefði einhvern tímann verið með þannig hár. En fannst þið Spike ekki svalur í gangan það? Fannst mér Spike... Horfðið þú eitthvað á Buffy the Vampire? Nei, ég horfði á þetta eitthvað svona aðeins í seinni tíð. En ég man ekki eftir þessum karði. Ég sé hann samt óstum ekki fyrir mér. Ég veit alveg út af hvað þættin er ganga á þannig. En ég man bara ekki eftir þessum... Var hann mjög reoccurring? Var þetta besti vinur Buffy eða eitthvað? Það var svona... Nei, það var vondikallinn. Já, en sér þegar auðvitað síðan þurfti að vinna saman, sko. Já, einmitt. Má ég reyna, að því að langt síðan horft á þetta og þú veist allt bíómyndir. Ok. Hvað þarf að reyna? Hvað hétt, sko? Það var Buffy og síðan var Sander, eða ekki? Var ekki svona vinurinn sem var alveg svo Chandler? Jú, þetta var bara ungur Chandler. Mér varst það mjög skemmtileg karakter á sín tíma. Ok, ég man ekki hvað fleiri. Angel. Já, auðvitað man eftir honum. En þú ert að tala rauðari stelpuna. Já. Sem var American Pie. Ég man ekki hvað heitir maður. Hvernig var það? Voru þetta, þú veist, að þetta eru legendir í þættir. Já. Þetta er svona smá bara, fyrir sumum er þetta bara eins og Seinfeld er fyrir mér, bara eitthvað sem ég get alltaf hort á og finnst bara eldast, geðvægt vel og allt það. Er Buffy alveg þar? Ég prófaði að horfa nokkur á Buffy þetta fyrir ekki svo löngu, þú veist, samt við erum að tala kannski innan 5 ára, 4-5 ára. Já, fair. Og mér finnst þetta bara skemmtilegt aftur, sko. Þetta er bara eins og X-Files eða Smallville eða Supernatural eða eitthvað. Þetta eru basically, þú veist, fyrsta serían er bara, eins og gerist oft með svona þætti, er að sagan er bara eitthvað. Í hverjum einasta þætti þá gerist bara eitthvað, það er nýtt skrýmsli. Já, eins og í þessum þáttum. Já, einmitt eins og í X-Files. Já, það er bara ný vandræði. Já, ný vandræði, en síðan þegar líður á seríunar, þá fer þetta alltaf að vera svona dýpur og dýpri söguþráður. Já, það er svona mythology sem gengur í gegnum alla seríunar Já. Og þetta er sem fyrir úlling, sem ég var náttúrulega úlingur þegar ég var svona 10 ára. Hvenær byrjast þetta? Getur þú flettið upp? Ég ætla að giska að ég hafi verið, þú veist, 9-10 ára þegar þetta byrjaði og síðan varð ég úlingur. Ég myndi algjört eitthvað svona með 97 varð úlingur með þáttunum. Algjört 97 dót. Er þetta 97? Hárrétt. Þetta er algjört 97 dót. Það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Þetta hafði, að ég segja hvað þetta hafði, það voru þarna svona nördar versus jocks stemming. Sem allir elska. Já, þetta var spennandi, þetta var hot,
skilurðu Ég sko horfði ekki mikið á þetta en ég man að þetta var svolítið hot það er svona það sem ég man mest var að þetta var Buffy var bara já, er það ekki að Sarah Michelle Gellar já, sem er bara 14 ári sem þáttum með eitthvað nei, þeim að horfa tilbaka sem alltaf læð þeim þú veist, við vorum, nei, hún var potið svona 16-17 ára og við náttúrulega eins og hann segir við vorum, þú veist, 97 við erum 9-8 ára við erum mjög litlir kattar, við megum alveg vera með bónari yfir einhverju 16 ára þú getur ekki tekið undir samingu hvað þetta segja 16 ára nákvæmlega, eins og við sem eitthvað eins og við höfum bara verið að þú væri bara eitthvað, já, nákvæmlega vorum sjálfur börn, halló maður ekki þetta þetta er ekkert heitt í dag, skilur hún samt alveg gömul hún er orðin 60 í dag eitthvað nei, ég að grína en hún svona 45 ára, eða ekki Sarah Michelle Gellar, og ég myndi segja það en þetta var basically, þetta var bara þetta voru að því hún mér fannst engin pía heitir hún á þessum tíma já, hún var svo hörð líka hún var svo cool og hún var svo hot og síðan áttu hún eitthvað svona óvinna píu sem var svona óvinna gellanennar hún var líka hot já, karisma, þannig dökkar það hún var alltaf í leðufötum já býtu, óvinnir í þættinum eða í alvörunni? Óvinnir í þættinum já, ok þau voru óvinnir í þættinum og þau voru ástfangin en hún var The Vampire Slayer og þetta er bara geggjað þetta ég mæli með því að fólk horfa á þetta ég með langar að checka á þessu aftur ég elska allt svona supernatural dót og ég elskaði þættina Supernatural já, fyrstu 6-7 sérina voru geggjað síðan var það hvað gerðist svo? Svo hættu bara gaurinn sem voru að gera þetta upprænlega og þú veist, þetta var bara svona peningadæmi og þeir voru búinir með söguna þetta var eitthvað svona, þeir voru að byggja einhverju svo kláraðist það og svo bara hvað, höldum áfram ég veit ekki það sem ég meira að reyna að koma inn á er að finnst svo gaman að pæla í öllu sem er ekki þú veist svona, að láta spúka mig eða setja upp eitthvað svona reality sem að þú hefur gaman Black Mirror og svona þannig dæmi en vorum við ekki búin að gera reglu að tala ekki of djúpt sjónvarpsþætti jú, en mér langaði samt að koma eitt og þetta Arnar sagði, þetta er svo 97 ég fór aðeins að fletta upp hvað var að gerast 97 þá var ég að horfa einmitt, þá var maður að hlusta Offspring eða eitthvað já, þú veist, first Harry Potter book was published þetta er ógst að merkir þetta ár hvað er með meira? Þetta eitt á sér bara gæðveitt gott ár Harry Potter J.K. Rowling var að fara hvað er hún að gera í dag? Af hverju hún ekki skýðum á baka? Jú, er hún ekki búin að vera eitthvað bara, hvað kallast það? Bara svona anti-trans-dót eitthvað sem er svo eitthvað fyndið eða þú veist ekki fyndið, alls ekki fyndið frekar hræðilegt bara, ég veit það ekki bara maður ímynda sér að ef maður væri eitthvað sko bara stærri en Bítlanir dót eitthvað, bara rithöfundur maður já, þú myndir bara shut the fuck up þú veist, þótt þú hefur þessar skoðanir af hverju, þú veist er það að segja þér? ekki segja þér og sérstaklega ekki, þú veist, er hún ekki mann átt að segja á því að þetta séu kannski bara rángar skoðanir þú veist, bara miðað við mótbyrjina hún sé ekkert eitthvað svona kannski á ég bara ekkert að taka hennar slag kannski í þetta eina skipti, ég er geggjaður rithöfundur en kannski veit ég bara ekkert réttindi transfólks, kannski ekki en kannski er þetta þannig að þegar hún hana J.K. Rowling ég hugsa alltaf það lag þegar ég sér það reyna að muna hvað hún heitir Flowrider hvað heitir hún? J.K. Rowling þetta er þarna Chameleon já en það sem ég ætla að segja er ég held að þú veist þegar lið er búið að vera hún er einhver billjónamæring eða eitthvað hún er bara grilljónamæring já, hún á allt og mikið penning og við erum að tala að 97 kom Harry Potter út hún er búin að vera rík svakalega lengi hún er löngu búin að missa touch við að hún var eitthvað um að fátæk og skrifa þessa sögu fyrir börnin sín og það muni ekki, það var svona sagan út af við sem að var til þess notu til að selja hversu góð hún var hún skrifaði Harry Potter sögunar á servittur á veitingastana sem voru að vinna á eða barnum já, sem er örgulega bara fucking bull sko já, örgulega, hún hefur sagt það sjálf ég held hún sé núna orðin svo hvað, var hún það fátæk að hún gæti ekki fengið lána blað ég líka var bara með endast á servittum miklu dýra getur þú lesið þessa bók hérna ég skrifaði first draft þessar bók fullt af servittum
Ég fyrir bara ímyndu mér eitthvað pappirinn að rifna undan pennanum þetta er óþólandi af hverju ég ekki að skrifa eitthvað annað Dumbledore kemur og Nei og líka bara, það er gift servertir og kostar bara 500 kall pakkin eitthvað eitt blað en hún var að vinna 1000 blöð hún var að stela þeim á handtakana það var ekki hennar persónulega stas eitthvað í vinnunni Ég myndaði mómenti þegar hún fetti publishers í fyrsta skipti og hann er að klára síðustu servituna og hann horfir á hann og segir I'm gonna make you rich Hérna í frá getur þú skrifað á blöð lítur yfir herbyggið og það er bara svona það er gjörsamlega fullt af servitum já það er eiginlega betra en ég ætla að fara inn á með hana hún er búin að vera svo rík það lengi að ég held að hún sé ég held henni leiðis bara ég held hún sé með lélegar skoðanir og hati transfólk og sé í leiðinu bara, herri, þú veist, líf mitt er orðið svo óspennandi því ég basically geti keypt með þyrlu, skilur ég geti keypt með þyrlu hún geti keypt sko, allar þyrlunar á jörðinni hún getur sko $670 milljónir já, einmitt, þú veist, hún geti hringt í herinn og fengið einhverja Black Hawk þyrlu allar Black Hawk þyrlunar en hún var worth 1.2 billion og er búin að gefa svo mikið penning í hvað? Í að hata transfólk? Örugglega í baráttu samtök gegn transfólki það er bara eitthvað svona kom fram hvort hún væri að hata transfólk eða transmusik Kauti sorry passa sig nei, það er hálfumís nei, það er já, þú ert að hálfumís nei, þú ert ekki að hálfumís ísinn er ógeðslega þykkur í dag ég finn það herðu, það sem ég var að því þú byrjuðum að tala um Harry Potter þá var ég að rifja upp svolítið sem var mjög vinsælt á þeim tíma sem hún var að skrifa og gefa út þessar bækur sem var að spoila fyrir fólki þetta var hreyfing þetta var bara hreyfing bara af einhverjum þú veist, þetta voru bara hakkarar og bara, þetta voru bara trolls sem að varstu að googla þetta að muni þetta? Ég var að muni þetta, ég var líka að rifja þetta upp frekar nýlega það sem ég það til fullt af myndefni það sem þeir gerðu, þú veist, hakkararnir bara komist yfir einhver mail, komist yfir áður en bækunar í rauninni áður en komist út, þá bara hökkuðu sinna á einhver drif og bara voru konu með bókina lásana og svo þegar fólk var í biðröð eftir nýja Harry Potter bókina og kerði þeir framhjá með svona drive-by eitthvað Voldemort deyr, eða Dumbledore deyr og fólk var bara, og þú horfið bara á svona öldu að fólki verið eitthvað Nei, bara, jú, er það til? Já, sko ég held að það hafi hún gefur, þetta er 7 bækur ég held að það hafi bara verið frá annari bók til þeirra seinustu og það voru sko þeir þurftu sem sagt, þeir voru gefið út bækunar mér minnir þeir að hafi sko byrjað á því í seinni tíð, þú veist eftir þetta gerist með fyrstu og aðra bókina, bara það er verið að eyðileggja þetta fyrir krökkunum sem eru ógeðslega spennt það eru bara einhver fullorðni menn með einhver drive-by að eyðileggja bækunar þú veist bara að lesa upp langan lista bara þú veist þetta gerist Snape er vondur og bla 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 og fólk er bara eitthvað öskur grenjandi það er bara höndlar þetta ekki, það er búið að eyðileggja bókina fyrir þeim sem eru líka búin að bíða eftir í kannski 2 ár og það er bara búið að eyðileggja söguna á augabræði ég man eftir, munið hvað þetta var sturlað mikið köld í kringum þetta fóruð þið ekkert í þetta köld, skilur mig að lesa Harry Potter fyrstu 3 bækunar miklir fans með sko, ég var svolítið við erum svolítið litlir þegar fyrstu og önnur og 3 ég til dæmis er nákvæmlega jafn gamall og Harry Potter karakter fyrir utan ekki nákvæmlega jafn gamall næstu, Daniel Radcliffe er jafn gamall okkur og ég fætti saman dag, finnst þú hvernig merkilegt? Ég var sama ammalista á Harry Potter mér er bara alveg skít saman en ég held að vera fan ég er ekkert svo mikill fan ég las bækuna fyrst sko, hafði svolítið gaman að en svo var maður bara einhver úlingur ég er reyna flett, þú vitið og sko þeir líka, mér þeir voru úlingar með sítt hár og eitthvað leikararnir ég er reyna flett upp, þú vitið sko Kelly Agent Fresco, Kelly með hárið Harry Potter þetta veist þú, en ég held að Arnar vitið ekki Harry Potter framan á bókinni Harry Potter íslensku þýðingunni en sem smittast síðan út í fleiri útgáfur í Evrópu er Kelly er semst Harry Potter íslenska coverið að teikna af Íslendinga? Já, það sem að stendur íslenska coverið á fyrstu bókinni er svolítið öðruvísi þá er það ég man ekki hún heitir þá er Harry Potter svolítið bara eitthvað hann er öðruvísi teiknaður allt annar stíl en á seinni bókunum ég er að
Já, þetta bara vísi.is Er þetta Kela? Vá, ok, en hvað, er þetta teikna eftir Kela eða er þetta bara líkt honum? Þetta byggt á teikningu, byggt á ljósmynd af Kela. Ég ætla bara að lesa bara... Hvernig það? Var eitthvað, þú veist, ammans eða eitthvað sem skrifar það? Ég ætla að lesa bara, þetta stuttfrétt. Það bara, ég get ekki sagt þetta hafi haft mikil áhrif á líf mitt. Þetta aðalega bara ógeðslega fyndið. Það trúi mér samt aldrei neitt, segir Hrafnkell Guðjónsson eða Keli eins og hann alltaf kallaður. Þegar blaðamaður spyr hvernig tilfinningin sé að það sé orðin opinbert að hann sé fyrirmynd Harry Potter á kápu fyrstu bókarinnar galdrastráki sem var gefin út hér á landi. Sko, hver fyrirsögnin? Bara fólk, Agent Fresco eða Kela aðdáendur langar að lesa þetta? Keli er hinn upprunalegi Harry Potter. Og þar hafið það. Og hann, sko, hér er myndin, hér er myndin af Kela. Ég myndi að skoða coverið á... Og hér er Harry Potter. Djöld að fyndi maður, þetta er ógsta merkilegt. Já, þetta er það er svona hljóma svo mikið eins og eitthvað sem ég er ennþá á því að hann sé að ljúga. Já, þetta hljóma eins og hann sé bara já, þó þú sér búin að sjá bara því þó að það sé komið fréttum þetta, ég hef alveg hann er alveg víst þess að taka lígi svona langt. Evidence. Ég man eftir því ég var til í þetta, ég var að horfa okkur allt annað cover, ég bara, já, þetta er Keli maður. Ég las fyrstu 3 bækunar og var í The Cult. Ég man vel eftir því þegar fyrsta bókin kom og maður var að lesa þetta og maður var bara all about it. Síðan þegar fyrsta bíómyndin kom þá horfði ég á hana og ég las ekki neina bók eftir ég las ekki Harry Potter. Þú varst alveg þetta á fljótleira. Nei, það var bara eyðileggja að ég man það sem var svo amazing hana 97 þegar ég var 8 ára var að ég las að nota ímynduna. Nei, og ég las bók og þetta er fyrsta sinn að þessi bók er ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þetta var mikið snilld af því að það hafði aldrei neitt svona fyrir mína kynslóð sem að eru við þetta voru svo djúpar ævintýrapælingar skilur, þetta er örugglega sama og fólk var að upplega með Lord of the Rings þetta var svo geðveikur ævintýraheimur og heilinn þurfti að spinna upp svo mikið að skemmtilegu hlutum en síðan þegar maður var búin að horfa einu svona myndina þá var ekki takt að sjá aftur þá var bara blokkirast út það sem ég hafa búin í ímyndinir. Já, ég skil hvað þú meina, af því að einmitt, fyrir kannski krakka, þeir eru ekkert ofta að lesa svona miklar fantasíur, þú veist, þurfa að ímynda sér alltaf öll töfra elementin og allt það. Já, og ímynda sér Kastalan og sjá hvernig, þú veist, Harry leit út og Hagrid og allt þetta með. Síðan var eitthvað, Hagrid. Minn maður, Jesus legend. Góður. Hagrid. Þá var bara búið að... Mæli með, sko, ég mæli með að fólk googli tvent. PlayStation Hagrid. PlayStation 1 Hagrid. Hann er til, hann er þarna úti. Ef að setja mynda á honum og síðan veit ég svo veit ég að fólk googli líka þetta sem ég var að tala um á hann Harry Potter spoiler drive-by dótið því að það er sko bara þetta er svo fyndið bæði við útgáfunar þurftu sko, PlayStation Hagrid er bara mynd sem ég hugsa reglulega. Ég spilaði leikinn eða? Ég kláraði þetta sko. Bælti, var þetta ekki PlayStation 1? Var grafíkin bara það var bara ekki grafík. Hún var bara svo af hverju ímyndaðir af hverju var ekki frekar bara teiknuð Þetta er geggjað maður. Svona voru bara töluleikir á þenn tíma. Ég fannst líka grafíkin í fyrsta Harry Potter-leinum þegar ég var að spila hann. Ruggluð. Já, og þú varst bara að fara allt Hogwarts, skilur. Þetta var crazy. Haldið að töluleiki sem við erum að spila í dag að við horfum á eftir 10 ár og hlæjum að því eins og við erum að hlæja á Hagrid. Nei, ég held ekki. Maður er núna, þú veist, ég var að spila þarna, þú veist, Witcher daginn, spilaði hann bara tvis svona back to back með alltaf svo góður og hann er fullkominn og hann er frá 2013 þú veist, það er ekkert Spilað þú Witcher? Já. Er það ekki bara, er það ekki 300 tíma leikir eða eitthvað? Jú, smá. Arnar kom mér inn okkur að Skyrim lest á þessum tíma. Ertu að spila svona roleplaying leiki? Já, en þú veist, ef ég spila leiki þá er það annarkvort geðveikt hæga lauka í leiki í makkana mínu þar sem ég er eitthvað skipuleiki allan daginn, eitthvað, já, ok, tvíka hérna. En þú veist, mér finnst líka mjög gaman að í PlayStation í einhverjum roleplaying. Svona one-play leikum, svona story og það byggjum karakter. Já, ég er samt, sko, ég er svo mikið þarna, ég er svo mikið old head að mér finnst þessi leiki samt
þú veist, eins og með spilaði Fallout 4 eða Fallout 3 eða eitthvað. Ég aldrei spila Fallout. Þessi leikir af því að það svo mikil áherslu á grafíkina, það fara að koma niður á gameplayin. Þá varst að tala Fallout 4. Ég að tala Fallout 4, já, var bara lélugur í samanburði við 3. Fallout 4 nýjasta leikurinn? Já. Nei, það enda Fallout 60 og 76 eða eitthvað. Já, hann var fyrir líka. Já, Fallout 4 var fólki fannst hann fólki fannst með Fallout 4 fólki var ekki, já ok, þetta var pínu dömm og einfaldur leikur sem var pínu komplex, pínu krefjandi, hann svolítið mikið bara leiðamann í gegnum leikin. Það er lélur aksjónleikur bara. Já, og Fallout 76 var vist bara einhver skita, ég tekka ekki eins og á því. Ég að upplifa í fyrsta sinn núna síðan krakki að ég orðin háður tölvuleik og ég á erfitt með, ég eiga svona moment Call of Duty Warzone ég eiga svona moment þar sem að ég þú veist að biðja konuna að fela powersnúruna sko af tölvunni bara og ekki að láta mig fá hann í 3 daga bara því ég ekki að tjóka ég bara þá missur þú niður það svona, þú veist, peysið, skilur momentumið ég nenni ekki að eyða ég að eyða og síðan ég ömulegur í svona leik Þetta líka, nei, ég held að þetta ekkert ömulegur, það allir hinn bara fucking góður. Já, þetta þú veist, það eru menn sem að spila, en ég væri til í að vera, veist, geta valið bara, ég vil spila bara með... Spila móti jafnöldurum sem spilað 2 viku. Já, bara, hversu oft spila það? Já, þannig er Rocket League, ranking kerfið svolítið. En þarftu að velja það? Já, eða þú veist, mér minnir að sé bara eitthvað svona, þú ert vanlega bara skráður þannig að þegar þú ert að fara eitthvað random á móti einhverjum útlendingum, þú veist, þá ertu bara að fara að lenda móti gaurum sem eru með svipa skor og þú einhvern veginn í gegnum einhver tíma, þú erum sirka jafn góðir. Það er mjög gott, sko. Já, ég minnst það vanta, því ég er að lenda þarna í Verdansk, bærin sem maður spilar í. Þetta náttúrulega, þú veist, hvað eru margir leikmenn? 150. Já, kannski erfiðar að vera með eitthvað að allir séu jafn góðir þar en í Rocket League það sem eru 4 eða eitthvað. Ótrúlega margir samt líka sem marga milljónir að spila það? Örugglega, ég man ekki flettum einhvern veginn upp og voru bara 280.000 að spila á sama tíma eða eitthvað svona þetta er alveg svona ég man ekki eftir því að leikur hafi verið svona vinsæll. Ekki? Nei, kannski eitthvað FIFA eða eitthvað dæmið. Já, en ok, en ég er að tala um 60 million players. Já, ég er að tala um fyrstu persónu skotleikur og mér líður eins og allir sé að spila hann. Þú veist, mér líður eins og GTA eru auðvitað svona dót sem að það er svona event maður. Já, þú veist, er þetta ekki bara alltaf kaplaskill. Hvernig er þetta, þú veist, ok, þú veist, með svona leikars og Warzone þú veist, hvað getur þú flettið í eitthvað, þú veist, hvað er margir Counter-Strike leikmenn í gangi bara núna, bara því að þú veist, það er náttúrulega Warzone, er hann alltaf ekki bara dæmdur eins og þarna PUBG og eitthvað bara til þess að vera vinsæll í augnablik og svo bara 20 milljónir. Og hvað var það í 60? Já, þú veist, er Warzone ekki svona trendy leikur? Jú. Þú veist, þetta er svona, hann er bara að koma og fara bara eftir nokkra mánuði, það hlýtur að vera. Jú, það var að koma nýr Call of Duty, Cold War en Warzone er svona sameiginlegt en Fortnite 350 million. Já. Er það? Já. Ég prófaði þetta eins og það mér fannst það ekki þetta er náttúrulega líka bara, þetta er í rauninni bara Warzone og þetta dæmi fyrir fólk undir 12 mínus. Þekki undir 12? Hvað er það, undir 12 ára? Ég þekki fullt að liði bara sem að ég bara frændi minn sem er, þú veist 40 plus að spilda og finnst þetta óslega þá var mjög ekki, þetta er náttúrulega er hann ekki bara eitthvað hoppa og byggja eitthvað hús sem kemur úr engu og... Herru, gamli, nú erst þú bara eins og sko afi minn eitthvað að tala um töluleiki tala um Super Mario Hættu þessu, ekki svona, þú ert að hálum ís ég á Witcher sko, ég þurfti kannski að tjekka honum hann er fokkin geggjað heldur ég myndi hafa þolinmæðin í hann nei, örugglega ekki sko Ert hann Witcher 3? Já. Mér man einhvern tímann í Skyrim þegar ég þurfti bara að eyða 3 dögum og ekki 3 dögum í leiknum heldur 3 dögum í mínu alvörlífi með puttunum mínum ég að leita einhverju blómi í seiði skilur já, meira sem Witcher er alveg meira komplex sko já, hann er alveg þetta er alveg hardcore roleplayingur eins og ég var að segja á hann, þetta er alveg þú veist, ef þú ætlar að fá okkur geggjaði upplifun núna, þetta er svona 300 tímar. Ég held að vera meira svo God of War. Nei, God of War er ekkert, God of War er bara eitt skemmtilegst leikur sem spila. Já, hann er bara byggður upp bara eins og hasamind, skilur, þú ert alltaf að fá eitthvað aksjón. Þú ert ekki bara að hlaupa eftir borði? Jú, er það ekki ennþá þannig? Þetta er náttúrulega nýleikurinn miklu meira open, en hann er ekkert eins og Witcher. Witcher er náttúrulega bara eitthvað risa heimur
Hún getur bara gert allt í, sko. Hvað ég vildi að lífið mitt væri í vitsar en ekki alvörinni. Ég vildi ég væri ekki með þetta podcast, ég vildi ég væri bara eitthvað út í skói með sverð. Ég horfði á vitsar þættina samt. Já. Það var skemmtilegir. Já, voruð góður. Ég hef ekki spilað leikina, þannig ég veit ekki hvort að það myndi eitthvað eyðileggja upplifun. Ég lenti sko í svona smá eins og þú með Harry Potter. Ég búinn að spila þessa leiki svo mikið og svo bara horfði á fyrsta þáttinn og ég var alveg, vitsar lítur ekki svona út þegar þú veist bara eitthvað svona, röddin þú veist eitthvað bara allt óþægilegt. Já, ég samt, þetta venst aðeins. Já. Síðan eru menn eitthvað að tala til að halda meira áfram með tölvuleiki, að Assassin's Creed 9 eigi að vera eitthvað geggjaður og open world á netinu. En það Assassin's Creed nýjastleikun ekki það ósvipaður Witcher, nema bara Witcher trúið vandaðri, sko. Það veist, Witcher, þeir eiga svo miklum tíma, þeir sem gera Witcher búin að núna vinna leik núna bara, örgulega 10 ára eða eitthvað. Cyberpunk. Sér hvað ég spenntur maður. Fokk hvað ég spenntur fyrir Cyberpunk. Hann kemur út, þannig ég ætla að segja þið, bara af hverju býður ekki bara aðeins með Witcher. En á Cyberpunk hann kemur næsta mánu, en þetta svona GTA feelingur, eða ekki? Já. Þeir eru raun og veru að skáka eins á Þetta mesta competition við GTA sem hefur komið allar tíma, en eitthvað hægt að keppa á GTA? GTA ekki bara Cyberpunk fokki vinsæll þangað til að GTA 6 kemur. En það var einhver að segja að GTA 6 væri bara GTA 5 eitthvað updated shit. Já, ég held að GTA sé að skýti í sig. Heldur það? Já, ég held að sé að skýti. Já, ég bara Þeir hafa einu sem skýti í sig. GTA 5 búin að vera á top 10 lista ef við messaldi töluleiki hvert einasta ár síðan að koma út. Já. GTA 4 var ekkert spes. Nei, en þú veist, var ekkert spes, það er svolítið hart út af því að geðveik borg fullt af cool stöfi, en hann var sísti GTA-leikir. Það var erfitt að keyra. Það var okkar maður Nico. Já, geggjör. Það var svona grár leikur og allt. Já, hann var mjög gloomy, sko, mjög gloomy. Já, en menn samt út með nýja GTA-leikin, þá svolítið mikið búið í umræðinni. Í fyrsta lagi, af hverju þarf fólk að bíða svona fucking lengi eftir nýju leik? Af því að þeir eru að bíða eftir nýju PlayStation. Já. Þeir eru að bíða eftir að kaupa nýju PlayStation. Nei, þetta tengist, jú, líka það. Eru þeir ekki bara að mjólka þetta internet? Þú veist, eru þeir ekki bara orðnir svona, þú veist, þeir eru bara farin að hugsa helvíti mikið peningana, sjá bara við græðum ógeðslega mikið á því að vera með þessu servera og allt þetta fólk að spila töluleikinn okkar, að þeir eru ekkert sérstaklega mikill hvati til þess að búa til einhvern nýjan geggjaðan leik. Er þetta ekki bara að vera eitthvað meira af því sama? Ég meitt kommenta á þetta. Ég held að, sko, eins og ég hugsaði, akkur kemur PlayStation út með svona löngum millibili. Ég held að sé líka bara að ég fíla það meira en eins og ég þoli ekki að iPhone koma út á hverju ári. Ég var frekar til að iPhone myndi bara koma út á 3 ára fresti og myndi bara kaupa almennilega vöru sem myndi endast. Já, stökki væri meira. Þú veist, af því að þú getur alveg þú getur frekar auðveldlega ef þú vilt update alltaf nýju típuna þó að vera 3 ára fresti. Þessi símar endast alveg í 3 góð ár. Já. Þú veist, maður spyr sér bara, er þetta, hvernig kom PlayStation? Kom fucking 2012 eða eitthvað, 2013? Hvað, PlayStation 5? Nei, PlayStation 4? PlayStation 4. Þetta er svo langur tími en samt eru leikinu svo flottir, þetta hlýtur að fara að vera brjálastökk, bara eitthvað svona en ekki strax, fyrstu leikið sem kom alltaf út ekkert eitthvað crazy flottir, en svo verður þetta geggja, sko. Já, flottara. Já, þannig að ég er spenntið fyrir þessu. Herri, mér okkar að leiða okkur frá töluleikjum og yfir í aðra umræðu. Ok. Og það er basically þannig að ég átti afmæli í gær þegar við tökum þetta upp. Og frýsist allavega það var þetta góður afmælistöð til hafingi afmæli já takk, ég var alltaf að fiska til þessu ég gerði bara þögn og fekk ekki til hafingi afmæli nei við sendum á það í gær já bara þegar það var í gær mér skýt saman það í dag við sögðum til hafingi í gær Aron kann á þá afmæli þegar við tökum þetta upp já, það er 18. nóvember ok það er ekki með daginn? Nei, það verður ekki komið. Já, þetta er náttúrulega, sko, kemur út eftir bara 7 vikur eða eitthvað, þannig að við eigum ekki að tala mikið dagsendingar, sorry með það. En það sem ég ætla að segja er að ég vakna, fyrir að sofa og rétt á hann fyrir að sofa, þá panta ég hótel í Hveragerði og eitthvað hótel Örka, því þar hægt að fara í sund og heitabott og eitthvað, sem þú veist, bara partur á hótelinu. Ég bara, yes. Er þetta ekki hana Hveragerði? Ég bara, yes, eitthvað, ég ætla að njóta. Ég ætla bara að njóta og og eiga geggjaðan afmælisdag og ekkert að gera mikið úr því, skilur, bara fara með Jólla og Olla og eitthvað svona.
síðan klukkan 2 nóttina þá bara pikkar ég ofan í mig og bara gubba og hleypir hann á klósett og Oliver horfir á mig og bara gubba líka þannig að Þú var Jóhann að gubba og Óli? Já, nema Oliver náði Jóhann náði, þú veist bara hlaupin og bara en sonur minn bara 1 og hálfs árs og það svona eins ömulegt og það að horfa á barnið sitt veikt þá var alltaf komíst að sjá 1 og hálfs árs með gubbupest af því hann er ekki með neinn viðbrögð sem make a sense, skilur og hann er ekki búinn að læra að kvenka sér það er ekki komið eitthvað svona ég er veikur, þannig að hann bara og síðan bara 10 sekúndur seinna er hann bara pabbi, bara komið með einhvern hest og er að leika sér og ég fór að hugsa hversu mikill partur af veikindum er lærð hegðun bara svona óttinn við það sem er að fara að gerast já, óttinn við það sem er í gangi eða óttinn við það sem er að fara að gerast að því þegar maður verður veikur núna þá fyrir náttúrulega heilin á stað líka sérstaklega með gubbupest og já, gubbupest, þú veist alveg að þetta kemur það munu koma nokkra bylgjur af hræðilegum hlutum bara við erum að fara að eiga bad time skilur, þegar þetta fyrir að byggjast upp Ertu að meina bara svona hver stór hluti af því er einfallega bara svona að vera meðvitaður og sért veikur og þá gerir það meiri auðmikið Já, af því að mér fannst eins og hann var ekkert að kvarta, hún leði ekkert illa hann var ekki að gráta neitt og síðan bara var hann að gubbinu á milli bara svona Ég hefði haldið að börn myndu gráta mjög mikið að með þeirra æla bara því skil ekki neitt að því skil ekki bara af hverju þið er að gubba Nei En síðan tekum við sko ég ætla að cancela hótelinu og verð bara gubbu þjótt var bara þjótt gubbsins á afmælisdaginn Þú var sérst ekki veikur Ég var ekki veikur og er bara góður á því Já, ok Hvað spá? Hvort sé að smita ykkur núna? Já, ég hata gubbupest sko Já, ég Ég verður stundum freka til ég hef hugsað, ég er ekki að djóka ég upplegði gubbupest, þannig var í 24 klukktíma og svona fyrstu 10 tímana var ég að gubba á það bil 20 minútum fresti og bara like clockwork, ég gubbaði leið aðeins betur í svona 10 mínútur, svo fór að versna svo þurfti ég aftur að gubba og verður þetta ekki bara að einhverju svona gallgubbi þú ert ekki að æla nefnir, bara mægin alveg tómur og þú bara bara drekka eitthvað Powerade og æli því það sem ég langa að koma inn á er einmitt gubbupest og síðan skrifaði ég skrifaði þetta í gubbunóttinu miklu og ég skrifaði gubbupest, hvaða veiki er best að fá og hvaða veiki er verst að fá og þá erum við að tala í þessari kategóriu svona væg veikindi ég er ekki að tala eitthvað við þurfum ekki að fara inn á eitthvað auðvitað verður að fá bara krabbamein heldur en að fá gubbupest en af þessu dóti Mér finnst gubbupest ég get ekki ímyndað mér verri hlut heldur en og hvað er líkaminn að gera ég er spá hvað er líkaminn að gera það er væntanlega hreinsun skilur Já, en hvað er hann að hreinsa? Hvað er hann að hreinsa? Er þetta Það er þú ælir eða þú borðar eitur eða drekkur alltaf mikið áfengi eða þú veist, eitthvað svona einmitt, bara þegar þú fær einhvers konar eiturun þá er þetta viðbröðum frá líkamanum til að losna við eitrið en hvað gerist þegar þú fær gubbupest? Eitrast mægin orðin eitraður ég veit það ekki maður og síðan verður þetta svo ég man ekki sko þetta er stomach flu hvað segir þetta er bara eitthvað svona vírus maður verður svo vulnerable og momentin, maður er án fullorðin ég har nokkuð sem fengið gubbupest eftir að ég var fullorðin og momentið þar sem maður er fyrst verður maður óglatt og maður er bara get this over with af því maður er bara, nei þú veist þetta er versta tilfinning í heimi bara að vera óglatt, ógeðslega lengi síðan kemur á momentinu þar sem maður er þú veist eitthvað innan klósið og maður ég hef sko búið mig bara með hangklæðum, bara svona leið hliðin á klósitinu og síðan byrjar maður að gubba og það er ömurlegt og síðan gerist þetta nokkuð sinnum og einmitt þeir eru að tala þegar allt er búið í maðanum og maður er í raun og veru bara að svona silently öskra á klósettið ógeðslegt svo ég held grínlaust að ég hef ekki fengið gubbupesti bara sinni á barn ég var alveg ælt í gegnum árin bara því að ég drakk og mikið jólabjór en þetta, þú er ekki upplegað sem ég var að lýsa Nei, sko mínar svona nýjustu minningar af ælu hafa bara verið næs að þau mér eru geðað illt í maðan ef ég fyrir að hugsa seinustu jól var eitthvað í miklu svona bjórsmakki og var að drekka einhverja, þú veist, 10% státa og hinn og þennan og eitthvað að fór bara eitthvað alveg auðvitað honum leið hræðilega en það var
geðveikt að æla því. Það svo fucking gott þegar þú þarft að æla, þannig að þú ert ekki veikur, þú ert bara að losna við eitthvað. Alltaf þess að státa. Já, þá ertu líka með eitthvað í manum og svona, þú veist, þá ertu ekki þú þráir að losna við þetta. Við borðum bara mikið af brauði og borðum síðan einhverja baunasúpu og eitthvað dæmi, sko, og það er horrible dót. En hvað segir þú ætlar eitthvað að ranka veikindin? Hvað er, ælupesti, niðurgangur og hvað er meira? Mér finnst niðurgangur, ég er alveg cool með niðurgangur. Mér finnst niðurgangur pirrandi, sko. Augljóslega er hann pirrandi. Ég hef pínu gaman að setja þú klóstið og það heyrist ekki venjulegu hljóðin. Að heyrast ný hljóð? Það verður að heyrast mjög fyndin hljóð. Þetta verður þegar heyrst sem þú setur bara að pissa með rassinum. Já, en samt ekki eins og pissa rassinum. Ef ég er með gett svona stórt tippi, stóra bunu, fattu mig. Skilji hvað við? Já. Og það kæti mig alltaf. Sko, það er ógeðslega fyndið að það kæti þig. Já, ég nánast í hver skipti. Og líka, sko, það að þú náður að tengja tilfinninguna við að vera með niðurgang við að ímynda þér að þú sért með það stórt tippi að bunan sér svona þykk og flott og góð og nei, fuck maður, það er ræðilegt ég veit það ekki það getur verið kósi að vera bara með 38 steg skilur þú að þegar þú ert með það lítinn hita, þú ert ekki með óráði. En hafið þið ekkert verið í það kósi stemmingu og þú er bara svona, ég væri til að vera með smá hita nú? Já, jú, þegar maður, sko, ég Hvað meina? Eina sem myndi gera þetta moment betra væri að ég væri veik? Nei, það sem hann er að meina ég veit nákvæmlega hvað hann er að meina, það er bara, þú ert að leiðin í vinnuna, það er ógeðslega kósi heima og þú hefur í raun og veru enga ástæðu til þess að fara ekki bara og sinna deginum, en ef þú væri pínlítið veikur, þá væri allt meira næs. Maður setja svona hendin á ennið. Ég elska, kæristu mín var Arnar, nennir að setja hendin á ennið, er ég heit? Ég veit það ekki. Mömmur veit þetta bara. Ég ger þetta bara með mömmu, ég setja ennið mitt á opnin. Gerður það? Já, ég ger það náttúrulega. Fucking genius. Já, pretty genius. En mál er að opni og rifflaður, þannig að mamma sá. Ég var hefðið að rifja upp mamma hélt sko að ég væri bara það var örugglega bara mjög stutt í að mamma myndi senda mig bara í einhverjar rannsóknir í Svíþjóð eða eitthvað sko að ég var alltaf með magaverk þegar ég var í grunnskóla og en ég var ekkert þetta var stundum magaverk en í flest eftir að ég fór að vinna sjálfstætt hef ég lítið orðið veikur. En hefur einhvern tímann farið inn á baðherbyggi og verið að gera hljóðin fyrir mömmuðina? Þykist ræla? Nei, en ég hef alveg verið, þú veist, nei, en ég hef alveg verið með, þykist vera veikur og fer inn á klósett og er bara ekkert á klósettinu og er bara hvað að bíða, skilur til þess að fara ekki í skólan af því það er svo þetta er raun og veru ef maður þykist vera veikur þú getur ekki plata mömmuðina á því að ásett með hita, því hún tjekkar á þér og þú sér, þú varst bara böstaður fyrir að vera með einhvern rifflaðan opn á hausnum, en eina sem að, mamma henni er ekki fara að tjekka á er bara hversu mikið þú ert að skýta, skilur Já, en hún er ekki að vera bara, nei, ég trúi þér ekki Þetta hljómar ekki eins og risavaxið tippi að pissa þykkri bönu Sittu, má ég sjá Sýndu mér hún í klósettið, skilur, það er bara ekki hluti sem að fólk gerir. Já, og svo í seinni tíð, þegar maður flytur frá mömmu sinni og það er ekki lengur að blekkja hana, heldur vinnuveitandann sinn. Það er gott að þú getur hringt í hana og gast ekki hringt í mömmu þinn og vera eitthvað, ég er alveg veikur. Finnast það dæmi við að vera veikur. Þegar ég er veikur í dag, ef ég var veikur núna, og þú myndir hringja mig, og ef ég var að hringja þig til að segja, kæmist ekki í kastalinn. Þá myndi ég bara hringi og segja bara, herri, blessar, ég er eitthvað slappur á því, veist, ég er ekki að fara að mæta. Það er enginn sem er veikur sem að verður svona veikur og þetta var svo ógeðslega fyndið, og þá hljómar þetta líka svo fóni, vertu fyrir, þú veist, bara fyrir alla sem er að plana kannski að er að byrja daginn og hlusta podcastalann og nenni ekki vinnuna, hringdu bara með venjulegu röddinni. Já. Hringdu venjulega röddin er miklu meira sannfærandi heldur, þú veist að það eina sem að vinnuveitandinn er að fara að hugsa er bara þetta var lélegu leikur. Já.
Vá, Óskarinn handa þér, aumingin, sjáumst á morgun. Þú mátt ekki segja neitt svona sem maður, skilur Veistu hvað finnast líka að segja? Ég held ég sé að verða slapp. Já, ég heldur þú sért að verða, en ok, þú ert ekki orðinslappur. Þú heldur þú sért Varst að horfa í kristallkúluna þeina? Já. Hvað er þetta að meina? Ertu veikur eða ekki? Mættu í vinnuna þeina? Og farðu það bara heim. Að vera veikur á mánudegi, er það ekki algjör snónu? Já, þú veist, málið, það er eiginlega pirrandi að verða veikur á mánudegi af því að það er allir að træða til efa. En þess vegna, til dæmis, já. Hvaða dagur er bestur til að vera veikur? Miðvikudagur. Já, fara frá með miðvikudegi. Mér föstudagur og mánudagur vera svona pínu convenient. Já, ok. Hentugt á sitt einmitt veikur núna. Já, og það er alveg til, sko. Ég skal senda þér myndir á niðurgangunum mínum. Bara, please trúðu mér. Ég hef verið að fá þessi símtöl og ég kann alltaf mest að meta það er bara svona, blessaður, heyrðu, ég er alveg fókt. Og ég er svona, ok, bara ekkert mamma, þú er bara heima. Er þetta Arnar? Er þetta Arnar? Er alveg delirious. Ég bara, já, þetta er alltaf læg. Ég er bara aldrei upplegað annað eins. Og það bara í 2 mánuði, skilur. Og það er svo erfitt að tala við starfsmann og segja eitthvað, ertu að plata mig? Ertu að þykjast þér að veikur? Þú ert fullur manneskja. En á ekki fólk líka alltaf inni, þú veist, þú máttu vera veikur 2 mánuði. Jú, en svo bara, þú veist, er þetta bara í rauninni launalist frí, skilur. En þú átt inni 2 launaða veikindadaga. Sko, nú hefur þú verið yfirmaður. Já, það er þannig. Það er lið sem að... Og ef það er tímabilið að búið, þá bara eitthvað svona, heyrðu, ég vil vera veikur fyrst en í næstu viku, sko. Já. En þetta dæmi, og það kom eitt, þar sem þér að segja eitthvað svona, algengasta trikkið er, segjum að það sé 50 dagur, og vinnudagurinn er svona 4, og svo er starfsmæður svona, hann aðeins byrjaði svona, hann var geðhress. Byrjaði að kvenka sig. Já, hann aðeins svona, finnst ég, nei, ég mæti bótt á morgun. En finnst samt, ég kom með eitthvað svona smá í hálsinn. Ég hristi þetta að mér. Svo bara daginn eftir, ég er alveg fókt. Já, þú veist að byggja upp. Já, þú veist að reyna að blekkja mig, með að leggja eitthvað svona brauðmylsnum fyrir mig, svona, ég er alltaf mann í gær. Þú veist, þetta er svo, come on. Já. Heldur þú að þetta leika á mig? Já, en svo gera hann bara síðan er þetta, ég man eftir þessu þegar ég var að vinna bara á með yfirmann og svona, þá þetta er alltaf geðvik hugmynd þangað til svona hádegi. Það er geðveikt næs að vera veikur bara svona fyrstu 2 tímana. Svo góð punktu þegar það er dimmt. Já, það er basically bara gott að vera veikur og með það dimmt. Síðan þú getur ekki farin eitt út af því að þú veist að eiginkona eiginmannsins er pottþétt að fara að sjá þig eða einhver vinnufélagi, þú veist, þetta er plan, þú veist, þú ert bara eitthvað heima og hefur gett nójaðir yfir að hafa gert þetta. En nýtur þess ekki neitt. Já, og veist að þú ert fucking legari og frekar á fólk að vera bara... Þú veist að það var ekki einu svona trúað. Frekar á fólk að vera bara honest og segja bara, herri, ég veit þetta er ekkit eitthvað vinsælast í heimi en ég er bara ekki í andlegu jafnvægi til að mæta núna fyrir hádegi. Já, það má líka í dag. Ég er ekki, já, núna... Mér veist mental health day, mér veist það miklu jákvæðara þegar staff segir mér bara heyrðu, ég bara var að hætta með kæristinu minni eða eitthvað svona, ég er í pínu tjóni ég geti tekið mig 2 daga frí þá er það aldrei neitt mál sko. Er ekki líka, erum við ekki orðið miklu opnari á það og erum við ekki að gera okkur svona meira og meira grein fyrir því að það er hella að vinna yfir sig Jú, en ekki bara vinna þessi 9-5 dagur aftur og aftur er, ég held að sé engin bilt fórið sko. Og ég held líka að yfirmenn séu svolítið bara meðvitaðir það að það er betra að hafa starfsmann í jafnvægi heldur en hann sé að mæta í ójafnvægi og það sé eitthvað að fara að hlaða upp á sig. Já. Chillaði bara, mættu bara hressa til 2. Já, þú veist, mér finnst það jákvæðar heldur en eitthvað, hei, ég var að hætta með kæristuna og þú veist að því en ég er líka með höfuverk núna. Þú veist. Það er allt í ekki maður. Já, mér finnst það pínu off, sko. Er fleiri, hvað fleiri svona veikindi díla maður við heima? Það er, þú veist, það er hitinn og það er byttu og það er beinverkir. Byttu, það er svona 38 stig er næs, 39 er orðið sökkar og þú ert komin í 40 og yfir, þá ertu bara farin að heyra rattir og svitna. Færðu alveg þannig? Þegar ég fæ 40 stig heita og dreymum alltaf sama drauminn. Guð? What? Segðu okkur. Vil ég vita hvernig draumurinn er? Ógeðslega skrítin draumur. Þetta er þegar eftir að vera bara, já ok, en skrítið. Mér dreymir að ég sé í risastóri hólu, smá eins og í hérna
það sem að Bane var alin upp í Batman. Það sem Batman þurfti að klúru upp. Já, nema miklu minna. Þetta alveg bara, þetta bara, það fitta bara 2 mann. Getur staðið upp og sér upp úr. Í brunni? Og ég í brunni, basically, með pappa, og það kemur svona svampur fljúandi niður, svona SpongeBob, bara svona... En ekki með andlitið eða eitthvað þannig? Nei, bara svampur, bara svona kemur svona fljúandi niður. Pappi fer upp á svampin og fer upp. Og ég vakna, veit ég með 40 stið þetta. Ég ekki að tjóka. Svampurinn semst eitthvað svona lifta? Já. Eins og svona plattform eða eitthvað. Og mér hefur dreymt þennan draum svo oft þegar ég með mikinn hita. Djúlega, eru með... Og síðan hef ég orðið svona með óráði, sko. Það ógeðslega óþægilegt þegar maður það veikur að maður ekki alveg vissum ekki alveg 100% raunveruleika skil varandi hugsanir. Ég er að fatta það bara núna að þegar ég hlusta ykkur að ég bara verða þegar ég verða veikur þá er það bara svo ógeðslega vægt og það gerist svo sjaldan ég man ekki eftir að hafa fengið 40 Þú líka með svona sveitablóð maður náttúrulega frá Sauðárkróki ég man ekki eftir að hafa fengið 40 stið hita bara í fleiri ár sko. En ég líka, þú veist ég er svo mikill svona believer að það ef að þú heldur sérst veikur þá verður hálfpartinn veikur skil. Veist, Já, eins og þegar ég fór í COVID-testið þannig fyrir einhverjum vikum að þá var ég fárveikur alveg þannig til ég fekk úr strókunni. Já, þetta er oft bara læknir það bara að segja, það er ekki það þér. Já, af því að og ég var... Þess vegna er ekki með eitthvað að hita, maður er alltaf að tjekka og maður er alltaf að panika yfir hvort ég geti mögulega verið. Ég fer auðvitað bara í vinnuna og síðan bara fenn ég þegar ég kom í vinnuna bara, já, wow, ég ætti að vera þetta, maður, ég þarf að beila, ég held ég að áður ég fór að vinna í kvíðanum mínum, þá fór ég til læknis alveg allavega einu sinni í mánuði út af einhverju og þá var ég alltaf miklu veikari af því ég var alltaf að gera mér ég var bara að magna upp, þú veist, það var kannski eitthvað pínu að ég með verki hendina eitthvað og ég fór að magna það upp og þú veist, síðan var ég bara komin í heila línuritt vikun eftir, af því ég nójaði mig alveg upp í að ég væri með, þú veist alls konar dót, skilur ég svo oft haldið að ég sé með krabbaminn eða að ég sé með einhverja heilabilun og ég það er eitthvað ógíslið, ákveð að gera sjálfur þetta, það er ekki viljandi gert Nei, auðvitað ekki, ég var ekki ákveð að gera þetta, ákveð að vera svona kvíðin hættu bara að vera kvíðin Þetta er það er eiginlega hægt að lýsa þessu maður þetta er bara eitthvað svona kvíðakvíði og sjúkdómskvíði en það er hægt að heilsukvíði það er hægt að komast yfir þetta sko. ef að fólk eru að upplifa þetta Hvað ertu núna að fara? Ferðu núna bara til læknis þegar er eitthvað að þér? Ég fer bara geðveikt lítið til læknis og ég er líka bara mjög skeptískur á ég var alltaf að taka ef ég var pínu kvefaður þá tók ég sýklalyf í staðinn fyrir að fara bara og hreyfa mig meira og ekki fokka mér upp allar helgar og ég var Hvar veistu sýklalyf? Öll sýkla eru upp á skrifu Já, ég fór til læknis Varst bara ég kvefaður? Já, var bara það er, og nú er ég ekki að segja að læknirinn minn sé vondur maður eða í einhverju vitleysu ég var alltaf að koma með eitthvað vandamál skilurðu, og mér var illt og þetta var svona og bla 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 og ég svo oft fengi bara einhverjar sterakrem eða sýklalyf eða eitthvað og ég er bara að kötta líka bara, ef ég fekk smá hausverk þá tók ég Ibuprofen eða Parataps eða Parkudin, skilur og í dag ég reyna að láta þetta bara vera bara drekka meira vatni, hreyfa mig meira þú veist, bara sinna þú veist, ég held að þessi náttúrulega leiðin sé alltaf fyrsta option Það voru ekki til verkeflega í gamla þetta, skilur Já, en það líka, þú veist, hefur viljað fara til tannlæknis á þess að vera deyður back in the days, skilur Ég náttúrulega væri ekki til að lifa back in the days, punktur, skilur mig Hve mörg ár getur þú fara aftur í tíman þar til þætti þetta bara orðið óþólandi og bara eftir óþólandi Í fyrra bara Nei, sko er það ekki að spyrja hvort ég hefði mögulega verið opinn fyrir að fæðast öðrum tíma? Jú Sko, ég myndi fara ekki seinna en 80 Ekki seinna en 80? Já
Einmitt. En ég hef oft hugsað svona, mér langar að vera í svona myndum þar sem ég kem á okkur svona amerísku bíl og pick up svona píónu með svona blóm í hárinu og eitthvað svona og við förum bara út á eitthvað svona leik og ég bara svona kissa hana og hún fattu mig, þetta vibe, skilur, ég finn mér svona date og skilin heim kl. 8 og sir, eitthvað svona, here's your daughter Ertu að meina, þú ert að lýsa einhverju svona 1940s, skilur svona í Bandaríkjum En þú getur ennþá beðið bara kæðisuna þína maður setja blóm í háruna sér og þú getur farið bara og keftir eitthvað Cadillac pikkað hann upp farið með hana síðan til pappa síns það er bara ekki, það er ekki sama dæmi en þú ert basically bara að lýsa bíómynd þetta var potið ekki svona hjá öllum Amerikunum á einhverjum tímapunkti ég er basically bara að lýsa Pleasantville, hafið þið séð hana? Nei, ég hef ekki séð en já, 1980 en værirðu til í, ef þú ættir núna að færa option þú mátt ekki þú verður að velja nýja tíma til að fæðast á hvort myndir vilja fara til 80 eða fæðast 2030 80 af því að þú veist Nei, út af því mér finnst ógeðslega merkilegu tími að vera við náttúrulega vorum ungir án þess að vera með gemsa og internet basically og núna er það bara núna er það, þannig að við erum svona milliliða kynslóð ykkur og meðan eins og frændsískinni mín sem er kannski 10 ára að þetta er bara allt öðruvísi humans skilur þetta er miklu meira dataði sem við aðgangin aðeins bara rugl en þeir sem að fæða síðan 2030 munu segja sama þegar bara, já ég meni þegar við vorum ung þá vorum við ekki með við vorum meira pjör maður ég get núna borgað ég borga reikningana með úrinu mínu fyrir 20 árum það er bara verið bara hvað er það að tala um skilur nei fyrir 4 árum Já, ok, en hvað myndið þið vilja gera? Myndið þið vilja fara til 2030 og taka bara sensin að það sé allt í fokki? Nei, ég nefnilega er svo hræddur að við séum að fara til fokking fjandans. Ég held að þetta sé alltaf reddast. Heldur þetta reddast? Já, ég held að þetta sé alltaf reddast. Ég held að reddast líka, en ég veit ekki hvort það reddast. Ertu ekki bara að sjá David Attenborough myndina? Nei, ok, sko, það er náttúrulega, það er ímyndist það, sko, ég hef, og það er bara eitthvað svona einhvern trú sem að ég held smá í kannski bara til þess að róa þig til þess að róa mig og bara ganga ekki beinustilegði í hafið er að ég hef trú á því að kynslóðin sem er að koma upp muni kipis í liðin ég held að muni bara nýja kynslóðin sé ég tel mér að minnst að trú það mér finnst krakkar í dag vera meira Vogue, þeir eru miklu þeir eru allavega það sem ég sé fréttum á internetu þá virðast mjög ungir krakkar hafa helvíti miklar áhyggjur af bara umhverfinu og meðvituð umhverfismál og ástæðin og ég meina kannski er þetta eitthvað svona Gretu Thunberg effekt einhvern veginn að yngri krakkar eru bara meira woke og mér líður smá eins og ég segi ekki bara kippið sér liðin á einhver auðabræði en mér líður eins og það muni svona hægt og rólega kynslóð einhverja plánetu drepandi kapitalista munu bara deyja út, bara gömlugildin deyja út, þeir þið veitir hvað ég meina? Ekki gleyma því að ungi sjálfstæðismenn eru til en ég meina, en hvernig er fylgi sjálfstæðisflokksins samanburði við fyrir 20 árum, fattar við? Ég var ekki nýjustu mælingar bara 25% eitthvað þetta er eitthvað svona ridiculous ég held líka að koma upp ungir sjálfstæðismenn sem eru umhverfismenn þetta já, ég ætla líka að segja það sem ég ætla að segja núna bara til að vera ekki svona pjúra fordómafullur og allt ég held að sé alltaf maður geti ekki alltaf verið bara sjálfstæðisflokkurinn Bjarni Ben að taka þennan pól á þetta auðvitað er flott fólk allstaðar í allar áttir en ég væri til í að sjá samt sem áður meiri áherslu á umhverfismál og sérstaklega núna ég meina nýja stjórnarskráin það er það sem unga fólk er að berjast fyrir að miklu leyti til út af umhverfis liðunum í því en sér þið samt en það er einmitt meiri hluta flokkurinn sem er að skjóta það niður endalist og tala hvað þessi woke krakkar séu glataðir séu rauninni dömm og þetta sem ég meina það er bara ekki að Brynja Níelsson og eitthvað einhverjir gauðir bara svona old fart sem eru algjörlega úr tengslum við það sem að ungt fólk vill síðan er algjör fucking þögn frá með svo skeri við flokksbundna pólitík að þegar að fólk er ósammála innan flokksins þá þegir það bara og að þegir það Ertu að bara tala um Vinstri græna þessa dagana?
og upp á síkasti segja það samt alveg flott, ég fíla eins og að fólk að segja sig úr flokkum út af því að það trúir ekki lengur á gildi þess, en það meðist vera svona eins og til dæmis bara í útlendingamálum ég veit það er fullt af fólki sem ég þekki til dæmis sem að viðraði við sjálfstæðisflokkin sem að hefur einhverjar skoðanir en það tjáu sig ekki að það er hrætt við að vera útskúfað á einhvern hátt nefn bara einhvern veginn útskúfað úr samfélaginu sem það er og með þess að fólk þurfa að vera duglegra sama hvort það heiti Vinstri grænir sjálfstæðisflokkurinn eða samfélkingin, what fucking ever er að standa upp og segja sína skoðun actually á málunum og ekki vera hrætt við að vera eitthvað útskúfað og ítt út í hotn bara til að þóknast einhverju eldra og meira powerful fucking leiði ég meðist þetta líka bara að geta að tala það sem ég var í gett til þetta er bara peningar ráða alltaf öllu það er bara fakt en finnst ykkur ekki að geta að tala bara bara hvað sem er út af því að mér finnst til dæmis ég heyrði eitthvað segja að heimskulega spurningar hafa aldrei gert neitt heimskari skiljum mér finnst þetta mjög góða punktur finnst þú páska ekki? Nei there are no stupid questions, just stupid people já, þú veist þetta er ekki alveg það nei, ekki alveg en þetta snýst meira það að má bara tala allt þú veist, og ef það kemur eitthvað gæi bara eitthvað, þú veist, amma mín veist, hún talar aðeins öðruvísi heldur en mamma mín og hún talar allt öðruvísi en kærasta mín miklu, þú veist, kærasta mín miklu meira woke heldur en mamma og hvað þá amma en mér finnst samt þetta alveg að rétt á sér nei, amma, við skulum tala þetta saman þú veist tölum bara saman í rólegheitum, skiljum. Það sem þú ert basically að fara inn á er að til dæmis þegar það er tekin, það er kannski svona þegar maður er í matabóði og amma mann segir eitthvað racist. Nei, það sem er amma? Já, ég held að benda á til dæmis tökum sem dæmi hún er ekki endilega racist. Tökum sem dæmi ef við myndum fá hérna í þáttinn einhverja mannesku og síðan kæmið á daginn að sú manneskja væri með rasískar skoðanir að í staðin fyrir að banna þessa mannesku gjörsamlega frá fjölmiðlum þá er fínt að fá þetta, þú veist, þá er fínt að fá þessa umræðu í gang til þess að við getum acknowledgeað vandamáli sem að hún er að koma með to the table í staðin fyrir að þetta sé bara einhvern veginn að ná rótfestu í einhverjum lokuðum grúppum og allir enda sem einhver svona þögull meirhluti og síðan endar þetta bara sem flokka fólksins skilur, og það verður bara alveg stjórnmálahreyfing í staðin fyrir að það sé sprengt á einhverja bólu in the making er ég einhvers staðar á því sem þú ert að tala þú veist, það sé ef við myndum öll reyna að sína meiri skilning og vera minna reið það er eitthvað ég held ég myndi að ná okkur mjög langt ég skilða en ég fattar líka að sé valla hægt skilur þetta er trikki sko ég sammálaður að reyna að vera minna reiður en auðvitað er erfitt það er óslega erfitt að búa til vettvang þar sem að þú veist við getum talað í rauninni hvað sem er og fólk getur bara verið racist og transfóbist og allir flottir bara halda opnum vettvangi. Þú veist, er það hægt? Ég var alltaf geðveitt til að sjá podcast þátt þar sem það er einhver aðeili sem er transfóbik og hann tala manni sem er trans og þau myndi bara geta hash it out bara þó að það sé 5 tíma podcast, skilur mig. Þetta er alveg til. Já, þú veist, mér veist ekki verið ég kannski ekki að kynna mér það þar vel en ég held að sé ekki til heima og þá er þetta yfirleitt kannski transfóbíu manneskina alveg því líku, þú veist, er ekki alveg tilbúin að tala þetta, þú veist, er enga veginn tilbúin að skipta skoðun fattar mig þó að fá öll rökin það er heldur fínt podcast sem ég hlusta á Whiting Wongs sem að er að snerta á svona alls konar Whiting Wongs? Já, bara sem er að svona, er þetta þá? Þetta eru tveir ég man hvað hvorugt heitir Særi Dan Harmon? Nei flett upp bara Whiting Wongs, þetta er 2 manneskir sem tala bara sexism og racism og alls konar svona dót í bransanum og skilur og inn í svona writers room og hvernig það smittast yfir í alls konar og það er verið að það er bara verið að tækla alls konar, það er verið að spyrja alls konar óþægilega spurninga, skilur en það er geggja þá, það er mest að geggja svona geggja átæk, skilur mig ég fíla umræður Já, en síðan síðan þegar fólk er bara burtu með þetta múslima ógeð þá er þá erum við líka komin í hinpólinn, þá er það ekki
þá manneskjan hinum meginn við borðið líka reið, skilur við. Það svo erfitt að eiga intellectual samræður. Við eitthvað sem ekki intellect. Sko, ég held líka að sé ekki hægt að, þú veist, eins og, ok, þetta útla falleg pæling að bara fá einhvern rasista, þú veist, bara sem að hatar svart fólk og í podcasti hann með svörtu manni og þeir eru eitthvað að ræða málin, þú veist, ok, það útla flott að einhvern veginn að fara bara maður á manni en það sem ég að meina bara, þetta er svo stórt og mikið og erfitt að ég næst í frekar en að breyta einni mannesku, ég að bíða eftir í bara að það komi ný kynslóð með færri rasistum og svo önnur kynslóð með ennþá færri rasistum. Þú vilt American History X-a allar umræður. Þess máli að þetta sem Arnar að tala það eru 100% að koma upp færri rasistar núna en fyrir 20 árum og fyrir 20 árum voru mikið færri rasistar en fyrir 20 árum undan því. Ég smá bara að býða eftir þetta svona jafnist út og mér líður eins og ég sem, þú veist, ég ekki að gera lítið úr vandamálinu en bara, þú veist, ég held bara það að halda umræðan á lofti að hafa bara, sorry með mig, andrasískar og réttar skoðanir bæði vegi. Rasískar skoðanir eru aldrei réttar, þær falla sér sjálfa, fattar þau. Það sem ég að meina bara að þegar að réttu skoðaninar sem eru basically bara að allir eru einhvern veginn jafnir á öllum lefinum og allir eiga að fá jafn tækifæri, ég held að það sé bara svona hugsun sem þarf að sá sem víðast, að þá koma upp kynslóðir. Eitt punktur sem er að til þess að líka átt að sjá því hvað er rétt og hvað er rangt, þá þurfum við samt að geta átt umræður það bara tökum sem dæmi við spólum aftur í bara þegar ég var í 10. bekk og ég komst að því fyrst akkur ég mætti ekki segja N-orðið. Ég var að hlusta á fullu og ég notaði óspart, skilur, ég var að syngja með því og kalla vini mína og bara í einhverju djóki þanga til að ég átti bara svona ég man ekki hvort þetta hafi verið Google eða hvort ég hafi rætt við eitthvað, en ég þurfti að stíga mistök, stíga feilspor og fá síðan fræðslu hvað var í gangi. Ég meina þetta ekki rasismi, þetta er, þú veist, þarna ertu bara þetta fáfræði, frekar. Fáfræði, sko, fordómar eru náttúrulega bara dómar fyrirfram. Bara gísk eitthvað. Já, og fordómar eiga stundum, rétt á sér í vissum samhengjum að þegar að fólk veit ekki hvað það er að segja, veit ekki hvað það er að gera og þá ég ekki að tala um eitthvað sem er ofbeldistengt eða þetta er meira bara eins og ég bara nýdottin inn í þessa umræðu cultural appropriation, skilur, ég vissi ekki hvað var fyrir fucking hálfu ári. Þannig að maður þarf stundum að taka feilspor til þess að átta sig á því hvað er í gangi. Já. Ég veit hvað þú meinar, bara þú veist að gera það sem þú ert fáfróður, ég er meira að tala um einhverja biturð og hálfgert hatur sem að verður til, bara svona þú veist, sumt fólk getur verið svo fullt af eldmóði fyrir því sem ég veit næstu kalla bara, þú veist, einhvern svona vott af einhverju ílsku, þú veist, bara hreint og beint, sko. Og við upplifum svo mikla svona hvít fucking ílska, skilur við, og í sérstaklega garð. Þetta bara í garð útlendinga og maður því miður finnst mér vera allt og margir, ég veit ekki hvort það sé bara meirhluti að fólki sem nennir að kommenta í kommentakerfi sé svona eða hvort það sé rosalega stór partur af Íslendingum sem bara skítrætt við útlendinga og þetta er alltaf, mér finnst alltaf umræðan snúast en hvað með mig og þetta er að því að fólk er ekki með líf sitt og hreinu þá finnst því eins og að annað fólk ekki að fá að lifa góðu lífi og það er hættulega þú veist, drastlið sem að grósserast í einhverjum bakherbyggjum. Já, það er mjög þröngt sjónarhorn og lítil gagnrýnin hugsun á bak við það, en fyndið með kommentin ég sko bara, svona talandi líka bara því að þetta sem ég var að tala áðan bara með því að trúa á eitthvað bara til að líða betur, bara svona með framtíðina að ég trúi því að Unadóttir mín verði einhvern veginn muni hafa gott. Já, eða þú veist, ég trúi því að hún og þú veist, hún sem lítil stelpa muni alast upp í betri heimi heldur en þú veist, kynslóðan undan, þó hún hafi ekki verið það slæm. Fattar þú veist, að ég trúi því að heimurinn sé að verða betri. Með kommentin, þá trúi ég því líka að 98% af fólki sé bara eins og ég sem og bara eitthvað, hvað í fokkanum eru heimskingarnir í kommentunum að segja. Já, en ég held að það sé mjög lítið hluti. Hávar minnihluti. Ég held að það sé rosalega hávar minnihluti. Þú veist bara ég held að það sé bara út af það er svo mikið reiði í báðum, þú veist, þessum hliðum
því að eru ekki flestir vinstri og hægri sinna, skilja mig. Ég held að, jú. Þú veist, veitir hvað að tala um, þeir vilja vera með eitthvað svona incentive kerfi, skiluru, vilja geta, þú veist, ef þeir vilja meira, þá vilja geta unnið sér fyrir meira, fattar þau? En svo náttúrulega vilja líka vera með heilbrigðiskerfi og öllum líði vel, fattar þau? Þetta er svo þú varst að segja, allir fá ég upp tækifæri okkar, mér finnst það mjög basic, en svo oft verið að tala um að það er svo einhver sé að halda það að einhver geti, á einhverjum tímabúti getum við öll fengið sömu útkomuna. Mér finnst það svo mikil misskilningur. Mér finnst ég tækifæri... Verður það ekki líka bara við einhver svona... Verðum samt að byggja á því. Ég er hérna... En þú meina að verða að vera einhver gulrót? Þú er að geta haft að betra... Mér persónulega finnst það miklu skemmtilega. Ég er 100% sammálaður eftir... Ég vil ekki að bitnunum eftir grunn aðstóðuna sem að minnst allir að fá. Mér finnst það menntun og heilbrigðiskerfi og í raun og veru ætti húsnæðismál að vera hann líka. Mér finnst það ríkja þetta útlita hluta... Þetta er naív að því ég er ekki með einhver Excel-skjöl sem að geta fellt mig gjörsamlega á þessari skoðun, en mér finnst mjög skrítið að hugsa til þess að lið eigi hallir og einhverjir geti ekki einu svona 850 fermetra íbúð. Mér finnst það eru allt og lítil aðstóð í þess áttina. Og útlendingar er komað einna og þú veist, þá er ég að tala um sem er að vinna, maður har heilt mörg dæmi, kannski 6 manns inn í einn íbúð. Þetta er bara 2 herbyggi. Já, þetta er bara sorglegt. Ég var að vinna í einhver svona verkamannavinnu fyrir mörgum árum, þá sótti ég alltaf gaura sem að byggu bara í svona verkamannabúðum, ógeðslegt dæmi, skilur bara 20 gaurar sem að bú í sama herbyggi og er bara allir saman það. Þetta er samt skárandi að var heimahefn, ok, þú veist, af hverju að miða við það, skilur. Og þá segi ég bara eins og minn maður, Bernie, og eins og bara skattleggja hérna ofurríku. En flýjaði þá ekki bara land, skilur? Faraði ekki bara græða pening annars staðar og... Ég veit það ekki. Þú veist, ég held bara að það er fólk að fela skattanir sem núna og sem að hækka það. Er það að ferða að stækja bara aukarnar og... Bara einhvern veginn, þú veist það bara... Og aftur eftir að vilja stofna fyrirtækjan og borga 60%, þú veist, hvernig ætlar að borga staffinu, hvaða launa... Ég meina það er ekki verið að tala... Hversu mikið þú mátt eiga? Það þarf enginn að eiga billi. Kannski ekki endilega þaka á það, en þú veist, augljóslega ásamt að þú veist, það er ekki verið að tala um að skattleggja og þannig að þeir geti ekki borga staffinu sínu. Það er bara að vera skattleggja og þannig að þeir eigi ekki jafn marga milljarða. En verður þá ekki meiri skattlending á, haust, við erum komin að heitur umræður. Ég til í þetta. Verður en ef þú skattleggur ríka fólki, þú veist, verður þá ekki bara allt í landinu líka dýrara? Skilur mig, jafnast þetta ekki svolítið út. Ef reksturinn þeirra kostar miklu meiri pening út af því að, þú veist, það er oft sem þessir milljarðamæningar og eitthvað svona, þetta er ekkit einhverju Jeff Bezos hérna heima, þú veist, þannig séð. Jeff Bezos. Nei, ég er líka meira að tala um á svona alheimsleveli. Á alheimsleveli? Já, þú veist bara... Þetta myndi gangi upp öll löndi myndi taka saman þátt í þessu og skattleggja í takt við það. Já, þetta er bara af því að þetta búið svo mikið náttúrulega í umræðinni bara í Bandaríkjunum. Ég held að það sé líka því meiri pening, skiptir ekki máli hversu mikið pening þú átt. Ég held að manneskjan sem á 100 áskall meira á mánuði heldur en manneskjan fyrir aftan sig tengir alltaf minna við þá mannesku og síðan ertu komið með lið sem er með 10+ milljónur á mánuði. Nei, og þá ertu bara búin að missa mér finnst enginn vera hæfur í að ákveða fyrir landið og almúan hvernig hlutir að vera ef þeir eru ofur rík, miklu ríkar en allir aðrir, að þið voru búin að missa allt reality við að hvernig það var actually að vera bara einstæð móðir með 4 börn og búi einhverju félagsíbúð sko. Þú tengir ekki lengur við vandamálum. Þess vegna finnst mér að það þurfa að vera þessi grunnstóð sem er 100%, skilurðu, og mér finnst að enginn eigi að geta borgað sér fram fyrir í neina röð hvað var þar heilbrigðiskerfi. Það bara meiri innspýtingu frekar í þetta er þetta dæmi sko, af hverju akkur ætti einhver sem er búin að fara í gegnum mikið nám ekki að geta bara stofna sína eigin stofu og vera með hann einkarekna og fá meiri pening fyrir það, skilur en mér finnst bara þegar kemur að svona grunnstóðum í samfélaginu þá finnst mér bara að vera eitthvað sem gengur yfir alla svo við göngum upp sem samfélag. Mér finnst þetta að ég veit ekki. Ég meina svo við búum allan að minnstakosti til fallegt samfélag. Ég held að samfélagi verði fallegir og verði meiri samheldni ef við kerum þetta svona heldur en þetta sem hún talar með einkastofunar og allt sem því fylgir. Ég bara
segjum að ég var með bara eitthvað dæmi, 2 milljónir á mánuði og þú 200 skall og börnin okkar jafn veik en ég kemst fram fyrir röða því að ég á svo mikið penning. Mér finnst það alltaf sick. Mér finnst það vera mannréttindabrot, alveg 100%. Það er 100%. Followið okkur á Instagram. Ég ána með að enda sko þáttin á orðinu mannréttindabrot. Já, ég fylgja. Búf. Nei, ég sammála, 100%. Við erum podcastalinn, við erum á öllum uppunum, við erum á Spotify, við erum á YouTube í mynd. Followið okkur, subscribeið, sendið okkur skilaboð, eigum að taka múti fyrirspurnum í næsta þætti. Já, ég til ég. Eigum við líka, er ekki nýja byrjun í þessum þætti? Sko. Hvað segir þau? Er ekki nýja byrjun í þessum þætti? Nýja byrjunin? Já, nýja intro okkar. Hvað nýja intro? Með kastalan. Já. Ef ekki hafa þessum þætti? Jú, svona easter egg í lokin fyrir fólk sem hlustar. Já, tjekki, ef þið eru bara að hlusta, farið á YouTube og sjáu. Já, horfa á minnstakosti á fyrstu 30 sekunduna. Dope ass fucking intro. Já, maður.